Góðir hlustundur, Útvarpi Sögu, Eiríkur Stefánsson hér mættur og segir sína skoðun. Ég hef oft velt því fyrir mér sjálfan mig hvað ég hafi nú út úr því að vera í andófi hér gegn LJÚ-mafíunni, gegn ríkisstjórn, gegn ráðherrum, gegn ASÍ-fórustunni. Hvað hafa andófsmenn allan heim haft út úr því að vera andófsmenn? Þeir hefur verið skotnir, fangelsaðir, jafnvel árum og áratugum saman. Hvað er ég, Eiríkur Stefánsson? Ég er andófsmaður. Ég er að andæfa óréttlæti sem ríkir í íslensku samfélagi, sem allt og fáir gera. Meira sé að halda menn ekki við vörnum fyrir mig, andófsmannin, sem þarf á því að halda. Á ég að halda áfram að vera andófsmaður eða á ég að hætta því? Á ég að fara að lifa eðlilegu lífi? Á ég að draga mig hlé frá því að tala hér í pislum? Á ég að draga mig hlé frá því að hringja inn í símatíma Útvarp Sögu? Á ég að draga mig hlé frá því að fara á fundi eins og ég fór í morgun klukkan 8 á fundi á LJÚ og hélt þar ákveðna ræðu gegn þessu fólki þar? Hvað er það sem við andófsmennirnir sem erum til dæmis hér á Sögu þurfum á að halda? Það er stuðningur fólksins. Því að andófsmenn geta aldrei haldið áfram nema þeir finni það að fólkið þakkar þeim fyrir að andæfa óréttlætinu. Því við erum að gera það fyrir allan hópinn. Ég las skemmtilegt blogg í gær. Það var vitnað í Þriðja ríki Hitlers. Og mér finnst það líkjast Íslandi á mörgu leyti. Eftir fall Þriðja ríkisins og eftir að hafa lifað eftir áralangan áróðu nasista sem að Þjóðverjar lifuðu, þá hafðu margir Þjóðverjar þetta að segja. Fyrst bönnuðu þeir stéttarfélögin og ég var ekki í þeim, svo ég gerði ekki neitt. Svo tóku þeir kommunistina og ég var ekki kommunisti, svo ég gerði ekki neitt. Svo tóku þeir gyðingana og ég var ekki gyðingur, svo ég gerði ekki neitt. Og svo komu þeir á eftir mér og þá var enginn eftir til að verja mig. Þetta vil ég segja við ykkur hlustundu góði sem eru í millistétt á Íslandi eða bara hvert sem búin að skuldsetja sig til að kaupa sér hús til að búa í og lifa í og sofa í og geta verið með börnin sín í, þó þið getið borgað afborgunarlánin ykkar í dag, það var ekki víst að þið getið það eftir ár. Og passið ykkur nú á því þó að sé verið að taka þá sem að, og ég ætla að koma með aðra skýringu, sem á við Ísland í dag. Fyrst gengu þeirra þeim sem ekki stóð í skilu með bílalánin, en það sem ég var ekki með neitt bílalán varðaði mig ekkert það. Svo gengu þeirra þeim sem ekki réði við húsnæðislánin, en það sem ég réði við mín húsnæðislán, þá kom ég það ekkert við. Svo gengu þeirra þeim sem hefði misti vinnuna sína, en gátt ekki staðið skilu með skuldir sínar, en það sem ég hefði vinnu, þá kom ég það ekkert við. Svona hugsa mikill fjöldi Íslandinga. Þeim varðar aldrei neitt það hvað er að gera til þjóðfélaginu. Það snertir þá ekki alveg beint í hjartastað, þó útgerðarmenn hafi rænt okkur fiskinum í sjónum. Af því að ég ætla ekki að fá mig trillu, ég ætla ekki að fá mig bát, ég ætla ekki að gera neitt, þá kemur mér það ekkert við. Ég skora á alla skuldara að hugsa það, að þeir geta orðið næstir. Ríkið okkar í dag, það líkist ráðleysingja, íslenska ríkið, sem eina stundina háður einni kvötinni og aðra stundina valdi annara kvatar. Það vill eitt í dag og það vill annað á morgun. Vinstri höndin vinnur á móti hægri höndinni og heildarstarfi veikist stórum eða stendur fast. Ríkið er ráðalaust, við sjáum það og upplifum, ríkið er ráðalaust. Þegar lýðræði var sett á og komst á, þá var fjöldinn, hópurinn, eða lýðurinn ekki aðeins orðin frjáls. Nei, heldur áttu hann að ráða ríkjum í landinu, að því kom nafni lýðræði. En þetta var einmitt hugsanavillan sem setti allt á ringulreið. Fjöldinn að lýðurinn gat verið frjáls þannig að hver maður ræður sig sjálfur og sínum enga málum. En fjöldinn getur ekki ráðið því sem sameiginlegt og ekki stjórnað einu og sama ríkinu öðruvísi en að kljúfa það í sundur, bæði í rúmi og tíma eins og fyrr var sagt. Og það var einmitt þetta sem lýðræðin hlaut að gera. Vitanlega gat hver einstaklingur ekki fengið nein bein ráð yfir ríkisvaldinu. Hann varð að láta sér nægja atkvæðisréttin sinn. En hvers vegna? En vegna þess að eitt atkvæði megnar ekkert
hófust nú hinar alræmdu lýðræðislegu flokkasamtök að ná tökum á löggjafarvaldinu og geta þannig komið fram sér óskum sínum án tillits til annara og án tillits til sameiginlegs réttars eins og við á Íslandi höfum þurft að upplifa, almenningur. Allir muni eftir vígorðunum yfir á alþýðunar, alræði örægana, yfirtök bændavalsins eins og var í gamla daga. Vitalega þóttust allir þessi flokkar ætla að stofna sterkt og réttlátt samfélag, réttlátt skipulag. Þegar þeir hefðu náð yfir á þeim eins og allir einráðar alltaf hafa lofað. Allir einvaldar hafa lofað því að skapa réttlátt þjóðfélag. Enda væri þeim að móti auðsynd full hlýðni og undirgefni. Og það er það sem að klíkurnar í flokkunum sína fórustunni, auðmýkt og undirgefni. En að ná þessum völdum kostaði auðvitað bardaga hvers einstaks flokks gegn öllum hinnum sem líka vildu ná yfir á þeim. Og það var ekki fyrst og fremst yfirráða græðgin sem veldur keppinu völdin, heldur fullt svo mikið heilbrigt og eðlilegt ógeð á því að verða að lúta í lægra haldi og þola yfirráða andstæðinga sinna. Í þessu tilfelli er þjóðmenningin nú á tímamótum. Og möguleikar opnaði til þess að keppendunum völd fari að finna hvött hjá sér til að nota heldur krafta sína til friðsamlara starfa og leita hlutlausum, þjóðræðilegum þriðja aðila sem treystandi sé til þess að fara með ríkisvaldið og halda uppi rétti og jafnvægi. Og þessi hlutlausi þriðja aðila hann er til. Það er sjálf þjóðarheildin þegar hún er vakin upp til sjálfsvitundar og sjálfstæðis frumkvæðis. Það þarf að vekja þjóðarandan og gera hann sterkan og sjálfstæðan. Men því móti verður hann að þeim kjarna í stjórnarfarinu sem verndar jafnvægið og heldur uppi rétti, öryggi og almennu siðferði. Það vantar mikið á það á Íslandi. Þetta er hræðilegt ástand í þessu landi, alveg hræðilegt. Ísland hefur áður lent í hrunum. Hvað eftir annars stóð fyrir dyrum? Mjög alvarlega kreppur á Íslandi. En það var engu tilvílanir og heppni sem leystu vandan. Eitt skipti bjargaði óvenjulega mikil fiskganga okkur og kreppu. Í annars skipti var það síldin og í þriðja skipti var það stríðið sem bjargaði því að Ísland lendi ekki illa út úr kreppunni. Hvað á að bjarga okkur núna? Ég get ekki séð að erlenda lántökur endalausar geti bjarga okkur. Það setja okkur í því líkan skuldavanda að þeir sem eru 60 í dag, þeir mun ekki lifa það að sjá erlent líf á landinu. Notum nú tækifæri til að koma fótum undir raunverulegt sjálfstæði. Vöknum einhvern morguninn. Við getum vaknað einhvern morguninn við það að það er komin einræðisstjórn, studd af erlendu valdi. Alþingi Íslendinga er ekki lengur þjóðþing. Það er orðað einhvers konar ósjálfstæði flokkamóti og er skipun alþingi svo afstæða slík að það getur alls ekki þótt að vildi láti þjóðasjónarmiðin ráða. Sama er að segja hinna einstöku flokksmenn og þingmenn. Þjóðarumboðið er sama sem af þeim tekið. Þeir eru aðeins háðir flokkonum og fylginu. En með öllu óábyrgi gagnvart þjóðinni. Þess vegna geta þeir ekki borið mikið fyrir henni öðruvísi en að vanrækja flokkinn sinn og fyrirgera fylginu. Þetta eru ekki hans kenningar. Dæmin sína það á sanna. Einkennilegast og jáfnfram sterkasta almenna sönnunin fyrir þessu er svo að lýðræðislegi stjórnmálamenn eru allra manna kröfuharðastur þjóðholla breytni andstæðinga sinna og tala sífellt það. Stjórnarandstaðan talar þannig þegar hún er stjórnarandstaða og gerir svo alltaf að þeir komin í stjórn. Og þeir vinna tvennt í einu. Líta sjálfur út sem heilagi vandlætarar og setja leið andstæðingi sinni í klemmu. Á alþingi Íslendinga er meiri slægð og lævísi en mönnum almennt á Íslandi er gefin.